Komiði sæl, það var ansi skýjað víðast hvar á landinu í dag en hiti náði þó 20 stigum á Bíldudal og var rúmlega 19 gráður bæði í Ásbyrgi og eins í Fnjóskadal. Annars staðar á landinu voru þetta svona 10 til 18 stig. Það rigndi talsvert í höfuðborginni núna síðdegis. Á einum klukkutíma mældist í alltaf 6 mm úrkoma á Bústaðaveginum en á sama tíma var ekki nema 2 mm úrkoma í Víðidal sem að segir okkur svona hversu mismunandi veðri getur nú verið á höfuðborgarsvæðinu. En við sjáum á þessu yfirlitskorti að lægðin er ennþá hér suður af landinu. Hún fær orkuskot hérna úr suðri þegar líða tekur á vikuna og fer áfram til austurs. Áttin fer því úr því að verða suðaustlæg í austan og síðan norðaustanátt og þá léttir yfirleitt til hér suðvestan til. En það er útlit fyrir að næstu dagar verði svolítið blautir á austanverðu landinu. Á þessu korti sjáum við bæði bláu flekkina sem eru þá úrkoman og síðan skýjahulu og vindátt og við sjáum hvernig vindurinn snýst svona smám saman í norðaustanátt víðast hvar. Það er helst að sé svona hægbreytileg átt syðst á landinu. Það er úrkoma eins og ég sagði svona meira og minna á austanverðu landinu, styttir nú kannski aðeins upp á milli en hér vestan til sjáum við meira af skúralofti þó að líklega verði nú þurrt og bjart á fimmtudag. Það er hlýtt loft yfir landinu og við sáum þá hitastiginu í dag að þrátt fyrir sólarleysið að þá náði hiti 20 gráðum á Vestfjörðum og það er áfram ákaflega hlýtt yfir landinu og ekki að sjá neina kuldapolla alveg í nánustu framtíð. Það má þó hins vegar gera ráð fyrir því að það verði aðeins svalara við norðurströndina leið og vindleggur þar af hafi. Við sjáum kortið fyrir morgundaginn hér fyrir suðvesturhorni. Það er útlit fyrir talsvert skúraveður. Ég hef sett eldingamerki svona inn til landsins hérna síðdegis á morgun. Það er ekkit pottþétt að það verði eldingar en það eru hins vegar aðstæður til þess að mynda þær og gætu alveg komið eldingar ef að sólin er að skína nóg fyrir part dags. Þannig að þið sem ætlið að vera í útivist og fólk í sundlaugum og heitum pottum, það ætti að fylgjast vel með því og drífa sig í skjól ef þið verði vör við þrumur eða eldingar. Það má búast við því að það verði svolítið gusur með þessu skúralofti en líklega verði nú að mestu þurrt til dæmis við Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Þegar við komum hérna austar á Norðurlandi vestra þá er aftur orðnar einhverjar smá líkur á þessu eldingaveðri sérstaklega síðdegis þannig að það er betra að fylgjast vel með því. Þegar við förum á norðaustanvert landi þá sjáum við að það er meira skýjað á þeim slóðum og svona kannski samfelldari rigning. Það er þó þannig að það gæti alveg orðið eldingaveður norðan Vatnajökuls og mögulega á Tröllaskaga og það er hægt að finna upplýsingar hvernig á að hegða sér í slíku veðri, til dæmis á vef Almannavarna. Á suðaustanverðu landinu er áttin norðaustlæg og áfram skúrir víðast hvar. Hiti er svona 10 til 15, 16 stig en ekkert ólíklegt að hámarkið náist inn til landsins. Á fimmtudaginn þá verður orðið fínasta veður hér á suðvesturhorninu og ekki útlit fyrir þetta skúraveður sem hefur verið síðustu daga en það er hins vegar áframhaldandi væta með köflum á norðan og austanverðu landinu og jafnvel norðvestan til líka. Á föstudaginn þá verður þetta orkuskot komið inn í lægðina sem ennþá verður austur af landinu. Úrkoman ætlar því að verða svolítið meiri á norðan og austanverðu landinu en bjart á vestanverðu landinu en aftur ekki útilokað að það komi einhverjar skúrir á þeim slóðum. Svipað veður á laugardag, úrkoman hefur kannski aðeins minnkað á norðaustanverðu landinu þó ennþá verði skýjað, bjart veðri suðvestan til en aðeins farið að draga úr hita. Það er sem sagt útlit fyrir austan og norðaustanátt á morgun, hita svona frá 10 til 18 stigum, skúraveðri og jafnvel þrumum og eldingum hér vestan til á landinu en samfelldari úrkomi fyrir austan. Verið sæl.